Já, við höldum áfram að tala kosningarnar sem voru síðustu helgi, reynum átt okkur á því hvað það snerust eða hvað úrslitin voru og hingað komin Sanna Magdalena Mörtudóttir, leiðtogi sósíalista. Velkomin. Takk. Hvað segirðu? Hvað segja þessar niðurstöður okkur? Þær segja okkur að það eru allavega 8.500 manneskjur sem að vildi sjá sósíalista inn á þingi. 8.422 manneskjur ég mann rétt. Þær segja okkur ýmislegt áhugavert sem maður hefur kannski ekki alveg náða að setjast niður og rýna, en það var augljóst ákall breytingar og mér fannst það alveg skýrt þarna. VG dettur út á þingi, Sjálfstæðisflokkurinn minnkar eitthvað, þó ekki eins mikið og maður myndi vilja sjá persónulega. Það tapar 5 stigum sem að svona í venjulegu árferði hefði ekki verið svona mörg dauð atkvæði svo kvölduð, þá hefði hann líklega mist 4 þingmenn, en hann misti 2. Eða frá því sem hann fekk í síðustu kosningum, hann átti einn auka þingmenn hann sem að gekk til liðs við þá, þannig að mistu 3, hefði átt að missa 5. Og stjórnarflokkarnir kom ekki vel út úr þessum kosningum sem að voru Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og VG. Það er alveg augljóst að kjósendur vildi eitthvað nýtt og vildi einhverja breytingar, og við sjáum það núna í stjórnunar í viðræðum sem er á milli þessara kvenna sem að eru þarna í Flokki fólksins, Samfylking og Viðreisn. Hefur þú trúið því að þær náðu saman? Eða þeir flokkar? Mér finnst mjög svona bjart yfir þeim þegar þær stíga út úr þessum fundum og eru að segja allt gangi vel, en ef maður rýnir aðeins í efnahagspólitík þessara flokka þá er það erfitt að sjá fyrir sér hvernig það ætla að láta þessar breytingar ganga upp og ná í gegn. Þannig mér finnst það svona ekki alveg skýrt hvernig nákvæmlega þau ætla að þá fjármagna það sem að þarf að laga og það sem að þarf að bæta, sko. Það er ekki öfundsverk að tjasla þessu saman? Nei, en líka bara ekki margir valmöguleikar, því það eru 6 flokkar sem komast inn, voru áður 8, þannig að þetta er orðið aldrei svona þröngt, það er ekki tækt að líti eitthvað til vinstri, eitthvað meira til vinstri, það er bara ekki valmöguleiki. Ef að yrði að þessa ríkisstjórn þá væri stjórnarandstæðin á þingi Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Framsókn? Emitt. Sem er svona hægra megin eiginlega? Emitt. Kannski ekki alveg hægt að segja að Framsókn sé hægri flokkur, en hefur kannski verið það undanfarna áratugi. Nátt síðan að Framsóknarflokkurinn hefur verið eitthvað stíð í vinstri vænginn. Já, mér fannst þau vera að byrja svona aðeins kannski kynda undir slíkt svona í kosningabaráttunni, en svo náttúrulega var þetta bara svo snögg og þessi tími 7 vikur, í rauninni 6 vikur, 6 dagar sem að líða frá því að Bjarni Benediktsson með blaðamannafund og þangað til að kjördagur rennur upp. Þetta var svo rosa skammi tími og einhvern veginn allir þessi þættir sem að fóru í, það var svo oft eitthvað svona já og nú ætlum við að tala um þetta og svo voru þáttastjórnendur byrjar mjög snemma bara já, þú verður að fara ljúka þess að verður að segja því við ætlum að fara í næstu spurningu, þannig að kannski gafst ekki tími til þess að fara alveg nú djúpt ofan í hlutina og bara nákvæmlega hvað það er sem flokkarnir vilja gera, en mér fannst það augljóst að þetta var oft bara formenn flokka að segja bara eitthvað, það var ekkert að bakvið þetta, það var engin, allavega í svona 90% tilfella, myndi ég segja, það var engin svona skýr, já, svona meira bara eitthvað svona, já, við þurfum að laga húsnæðismarkaðinn og við þurfum að gera þetta betra fyrir ungt fólk og við þurfum bara eitthvað svona betri húsnæðisstefnu, en það var ekkert eitthvað svona, hvernig ætliði nákvæmlega að útfæra það. Og ég var líka bara að skoða stefnunar inn á heimasíðu flokkana og stundum voru þetta bara nokkrir punktar sem voru mjög bara svona, er þetta all stefnan? Við sósíalistar, við mætum bara með bunka og erum bara búin að undirbúið þetta og setja fram bara mjög skýrt plan hvernig við viljum gera hlutina. Það er nú til kosningastjórar sem að mæla gegn því að flokkar mæti með ítarlega kosningastefnu, því það gefist fleiri tækifæri fyrir andstæðingan að pikka eitthvað út fyrir tortryggilegt. En þú ert að segja að á þessum tíma, náttúrulega ef þetta eru 7 vikur, rétt tæpar, að þá fyrir náttúrulega kannski fyrstu 3 vikurna fóru í það að manna lista og það átti við sósíalista eins og alla. Og safna meðmælum. Já, það var alveg tími sem fóru það líka, sko. Síðan kemur kannski 4 vikur sem er raunveruleg kosningabarátta og að það hafi ekki náðst að kannski erfitt að segja það svona eftir á hvað kosningabaráttan var. Snerist húsnæðismál einhver leyti en samt ekki ítarleg umræðu þau? Þetta var svona
ekki einhvern veginn að fara í gang líka sko, þó allir væri búin að skila listum þá fannst mér samt eins og kosningabaráttan hafi ekki alveg byrjað strax og líka eins og fjölmiðlar hafi ekki alveg verið tilbúnir en það var svona helst, myndi ég segja að það var fjallað efnahagsmál bara í mjög víðum skilningi margir flokkar að leggja áherslu á að ná vöxtum og verðbólgu niður og það var svona efnahagsmál en samt einhvern veginn ekki, þú veist, þetta var bara mjög óljós hvað við vorum að tala það var svona kostnaðar heimilina já, og talaði vexti ætluðu að berja niður vextina, ég maður ekki hvað Samfylkingin sagði og kýlaði og niður sagði einhver annar og það kom kannski ekki alveg fram hvernig þetta vera þannig að nei já, við erum nú bent á það hérna við rauðaborðið að Viðreisn var boðaði breytingar og talaði í svona á þess að segja nokkuð skýrt hvað ætlaði að gera. Ætlaði að vera með hægri efnahagsstefnu sem að merki líklega að þeir ætlaði ekki að hækka skatta en vinstri velferð sem að þýðir líklega meiri útgjöld. Það var einmitt mikið talað sko hvað einmitt flokkar leggja áherslu á en ekkert hvernig og dálítið athyglisvert líka bara að fylgjast með þessum umræðuþáttum sem maður var í að stundum þau sumir voru alveg spurðið bara já og hvernig nákvæmlega ætlar að gera þetta, hvernig ætlar að útfæra þetta að meðan að þau sem eins og til dæmis kannski boða niðurskurð ekkert eitthvað sérstaklega spurðir út í eitthvað þannig, það þykir bara eitthvað eðlilegt, það bara eitthvað svona já ok, ætlar að skera niður, já bara flott, þú veist. Herðu, en tíminn sem að var og hérna þröskuldurinn sem að sósíalistar komist ekki yfir, að það voru allir sáttu við sama borð, þetta jafnlangur tíminn fyrir alla. En sumir náðu að auka mjög fylgi sitt, Samfylkingin, sem að kannski kom engum óvart, því að Samfylkingin hafði mælst með allt undir 30% góðan hluta, eða seinni hluta kjörtímabilsins. Viðreisn bætti mjög við sig og svo miðflokkurinn þar á eftir og svo flokkur fólksins. Af hverju tókst sósíalistum ekki að bæta þessi fylgi? Það mjög góð spurning sem ég er búin að vera að hugsa mjög mikið út í og ég held bara þar sem að þessir flokkar hafa sem að voru að bæta við sig. Reyndar í sitt Samfylkingu ekki alveg í þann sama svona pott en ég held að svona skýr skilaboð, einföld skilaboð og bara einhvern veginn keyra áfram einhvern veginn á svona sömu skilaboðunum sem eru kannski ekki eitthvað svona víðtæk og djúp heldur bara að þú veist flokkur fólksins aldrei byrst með fátækt, Viðreisn lækkun vexti, miðflokkurinn veit ekki alveg hvað hann stendur fyrir en bara eitthvað svona örugg landamærum, lækka skatta og byggja virkja og byggja einmitt. Þú veist maður sá þetta einmitt á vísi bara eitthvað verjum, byggjum, virkjum eitthvað svo leis. Þannig ég held bara að þetta einhvern veginn þú veist í öllu þessu upplýsingaflóði að þá kannski grípur fólk frekar eitthvað svona einfalt og bara eitthvað já ok og ég líka hugsa sko að því það var daldið þú veist í upphafi þessara kosningabaráttu þá var daldið svona að vera að tala málefni útlendinga og vera að reyna að stilla því upp sem einhverju svona vandamáli og það spurning sko hvort að þú veist þessi auðveldar einhvern veginn að sjá þú veist þeirra búið að stilla þannig upp þegar stjórnmálamenn stilla einhverjum hópa fólk upp sem vandamáli, hvort þessi auðveldra einhvern veginn að benda á þann hóp sem vandamálið frekar en að sjá eitthvað svona byttu þarf að breyta allir kerfinu eins og sósíalistar að tala þarf að fara í róttæka breytingu, þarf ég að setja mig inn í bara hvernig þetta virkar nákvæmlega og vera eitthvað svona, þú veist, þekki þetta allt nákvæmlega til að geta einhvern veginn staði með þeirri hugmyndafræði, að því þú veist, það alveg dálítið mikið sem að sósíalistar boðu að við vildum bara, þú veist, breyta ýmsu fara í svona djúptækar breytingar og kannski eru sumir sem hugsa bara eitthvað, ok, þetta þarfnast miklu meira samtals og bara miklu meira kynningar eða eitthvað slíkt, sko. En varðandi útlendingamál, þeir sem að töluðum þau sem mikilvæg kosningamál voru fyrst og fremst sjálfstæðisflokkur og miðflokkur. Samanlagt fylgi þessara flokka jógst eitthvað 1,5%. Eiginlega svo til ekki neitt, þannig að það virðist ekki vera. Flokkur fólksins var kannski ekki með þetta mjög áberandi, það bara heyrðist svona reglulega í svona tóninum á Ingu Sæland að hún vill herða mjög landamærunum, hún vill henda afbrotamönnum úr landi og hún talar svolítið eins og bara Jón Gunnarsson. En það ekki, maður sér það ekki alveg í áherslu flokksins, það bara kemur alltaf fram þegar hún að tala. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé hægt að eyrnamerkja þessi 5% sem að bættust við hjá flokki fólksins þetta. Nei, það dó út sem betur fyrir þessi umræða. En hins vegar gerist það að sá flokkur sem hafði verið á þingi og harðast barist gegn útlendingastefnu stjórnvalda, Píratar, að þeir bara
eru svo til bara þurrkaðir út, eru bara í mjög alvarlegri stöðu og svo sá flokkur sem að reyndi að eigin sögnarlega að aftra því að hinir flokkarnir ríkisstjórn fengju sínu fram VG, að þeir eru líka þurrkaðir út að ekki. Heldur að það geti verið að þó að það hafi virst kannski síðustu 10 dagana að þessi svona plan Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins að láta þetta snúast útlendingamál hafi ekki gengið eftir og þá megi samt sjá að þeir sem að lögðu mest áherslu á innflytjendamál og hinum vagnum að þeir voru ekki að uppskýra. Þetta er mjög áhugavert sko, af því að þú veist það er dálítið svona já, þetta greinilega hafði einhver áhrif þó að þetta hafi sko dálítið síðan dáið út sem ég finnst þeim eitthvað, þetta dóð dálítið út og einum tímapunkti var eins og Sigmundur Davíð væri eini í kappræðunum og Stöð 2 2 dögum fyrir kosningar eða hvað sem var, sem vildi eitthvað reyna að tala um þetta og allir voru bara eitthvað svona, við tökum ekki þátt í þessu, þú veist. Það vildi líka svolítið reyt, ábyrgandi að vildi vera rópandi í eyðimörkinni. En ég held að þú veist, þetta hafa alveg haft áhrif, þetta hafa alveg spilað inn í, þannig að þetta er kannski svona dálítið bakvið, þú veist, í huganum á fólki bara jú, þetta er flokkurinn sem ætlar að huga velferð fyrir okkur Íslendingana og líka maður sá þetta dálítið sko því ég fór í alls konar svona pallborð og skuggakosningar og pallborðsumræður í menntaskólum og framhaldsskólum, bara virkilega áhugavert og athyglisvert í aðdraganda kosninga var að vera að bjóða okkur í skólar voru að bjóða okkur í heimsókn og við fengum alls konar spurningar og mér fannst alltaf svona athyglisvert að sjá ungt fólk sko, ein spurningin sem ég man eftir var eitthvað svona já eða nei spurning úr sal, ætlar þinn flokkur eitthvað svona hjálpa Íslendingum fyrst áður en við tökum á móti fleiri einstaklingum og ég var smá svona wow, þetta er ekki, eða þú veist ég svona kannski bjóst ekki við þessari spurningu frá fulltrúa ungu kynslóðurinnar og þetta var ekki fyrsta skipti sem þessu spurning kom fram, þú veist þetta var ekki eitthvað mjög áberandi en ég bara svona viðurkenni, ég held að væri kannski, þú veist þessi hugsunarhættir væri meira hjá eldri kynslóðum en svo virðist bara alls ekki vera sko. Miðflokkurinn hafði fylgi hjá ungu fólki og það sem að meira var að hann kom glimrandi út úr skuggakosningu í framhaldsskólanum. Mér fannst það dálítið svona ótrúlegt að sjá það. Því maður hugsaður þetta bara hvaða skilabóð var verið að flytja og skilabóðan voru dálítið bara ef við lokum landamærum og þá getum við frekar hjálpað fólkinu hér á landi sem þarf hjálp að meðan að við sósíalistar vorum meira að segja bara eitthvað þú veist ef við hættum að vera að degra við ríkasta fólki þá getum við hjálpað þeim sem þurfa hjálp. Það er miklu meiri byrði af auðvaldinu heldur en af innflytjendum. En þetta maður getur svo velt fyrir sér sko hvernig umræðan fer að því að við sem samfélag eigum einhvern svona vettvang til þess að draga stjórnmálaumræðan í gegn, það er náttúrulega Ríkisútvarpið ber mikla skyldu þar og svo sömuleyti stóðu aðri fjölmiðlar sig bara ennþá betur margt vel gert hjá Stöð 2 þessi pallborð sem að þau voru með og var nú líflegri umræðan á þeim þetta hafi verið kannski fullvæld og löng þá var hún svona, það var eitthvað það var allavega áhugaverð Morgunblaðið tók viðtal við alla oddvita, allra lista út all land stóð fyrir umræðufundum líka og Rás 2 og þá Rúv 2 voru líka með kjördæma þætti sem voru kannski svona flatari og legulegri en ég er að velta verið mér reynsla þín að fara svona í gegnum þetta er þetta þannig að það sé svona alveg á mörkunum að okkur takist að draga eitthvað svona raunverulega umræðu í gegn er þetta fyrir eitthvað fólk er bara að segja bara sínar línur en þannig að ég hugsaði þarna með Stöð 2 að því að þau reyndu svolítið af húsnæðismál og heilbrigðismál. Þetta 12 tími í þetta. Og mér fannst það svona ef það hefði verið vika í viðbót og þá væri þetta kannski alveg að fara að skýrast. En þetta var ekki komið samt lengri en það og 2 dagar í kosningar. En það var svona aðeins farið að móta fyrir því sko hverju væri munurinn á flokkunum líka vegna þess að þar var Kristrún farin að horfa miklu meira til vinstri heldur en áður. Talduðu sjálflega að leiðin til þess að fyrir hana væri að ná svolítið sveiflu frá þessu flokkum sem að voru við 5% þröskuldin. Þannig hún var miklu vinstri sinnaður í síðustu vikunni heldur en kannski viku 3. En er það þannig að við séum kannski með kerfi það sem er svona
við hafa bara efasemdir okkur takist að vera með raunverulega umræðu. Þess að ekki bara það að fólk sé að segja einhverju slagorð, heldur að það sé eitthvað svona ping-pong. Það eru þetta, þegar það eru 10, jafnvel 11 flokkar sem að mæta, þú veist, í einhverja kappræður og þátturinn eitthvað x langur, að þá veit maður að maður bara að fara að tala kannski 4 sinnum í 2 mínútur. Þú veist, þannig að maður þarf að velja vel bara hvað á að leggja áherslu á og svo kannski reynir maður að, þú veist, svara einhverju en þá eru bara, þú veist, 5 manns að tala í kross og maður ætlar ekki að taka þátt í þessari öskurskeppni að reyna að koma einhverju til skila því áhörfundin heyrir ekki neitt. En mér fannst eins og þú segir, mér fannst eins og þátturinn á Stöð 2, þarna kappræðina þar. Mér fannst við vera byrjuð þar að svona dálítið kafa og það var líka mjög gott, bara bæði held ég fyrir fólkið sem var að horfa og fyrir okkur, þá bara var ég mjög þakklátt fyrir þessar pásur sem komu þarna á milli. Þannig að mér leið eins og þú veist, þannig að þátturinn var langur og mér leið eins og þar voru við svona virkilega byrjuð að fara, þú veist, einu stigi fyrir neðan bara slagorðin, góðuræðurnar sem allir bara taka, þú veist, alltaf og við vorum alveg byrjuð að koma svona aðeins, þú veist, aðeins dýpra, svona lag númer 2 fannst mér, sko. Það er svo í félagslega húsnæðiskerfinu að kannski verða vegna þess að samfélkingin steig skref í átti sósíalista getum við sagt, í sambandi við það að meginverkefni væri að byggja félagslega kerfið, sama með heilbrigðiskerfið, meginverkefni væri að byggja upp hið opinbera kerfi, á meðan að Viðreisn og hægri flokkarnir voru allir í því að þetta eiginlega byggja upp og einkavega. Einkarekstur. En ég held að megi líka prófa, þú veist, önnur form að því það eru rauninni allir saman, þú veist, 10 flokkar eða einstaklingsviðtöl og það var einu sinni sem var svona hópnum skipt upp í 2 hjá Morgunblaðinu og þá mér hugsa maður bara eitthvað svona, ég mun hafa meiri tíma en svo er alltaf einhverja típur sem að taka yfir eins og þú veist. Þannig flokki, í þætti þar að það voru bara einn maður sem tóku við þáttinn og annar til, kannski. Já, Sigmundur Davíð. Þið komst varla að þarna á hinum einum. Þannig ég held að megi alveg líka kannski bara aðeins endurskoða þessi form að því það er einhvern veginn alltaf sama, bara eitthvað pallborð, hér eru fulltrúar allra flokkana, við ætlum að ræða sem mest og svo kemur bara eitthvað svona, þátturinn búinn, við náðum ekki að ræða allt eða þá þessi einstaklingsviðtöl, þar sem maður næri alveg að þú veist kynna sig og sína stefnu og stefnu síns flokks, en það kannski er enginn í debatti beint við mann nema þáttarstjórnandinn. Þannig ég held að það er mjög gott að hafa frekar, þú veist, afmörkuð þemu, þannig að sé kannski bara kappræður húsnæðismál, kappræður heilbrigðismál, þannig að væri bara heill þáttur á RÚV. Þá þurfum við líklega lengri kosningabaráttu. Já, þá kemur það. Þriggja mánaða kannski. Einmitt, þá kemur það. Eitt sem að er í þessu að því að í þættinum á Heimir sáum hann og er náttúrulega reynslumesti stjórnmála fréttamaðurinn í sjónvarpi. Og kannski er það einhvern veginn hvernig hann spurði að þessi svona munur dróst fram. Sigurður Ingi tók þetta að sér í innflytjendamálum þegar hann sagði einfallega að hann væri ekki sömu megin og Sigmundur og Miðflokkurinn og Bjarni og Sjálfstæðisflokkurinn og Inga og Flokkur fólksins og sömu liti Kristrún og Samfylkingin. Þannig hann stundum er það þannig að speglarnir sjá þetta, að draga mynd upp úr því sem að fólk er að segja, einmitt til þess að það verði svona eitthvað þroski í umræðinni og kannski vantar þetta bara í speglarna á ríkisútvarpinu sem að virðist ekki kunna þetta, eða telja sig ekki vera skyldu sína að eins og þáttarstjórnendur þurfa oft gera, að draga saman eitthvað úr umræðinni. Mér finnst það mjög mikilvægt og ég held að þáttarstjórnendur ættu líka skoða að vera með bara svona staðreyndavakt á línunni, ég veit þetta er gert erlendis, þannig að sé að bregðast bara strax við bara eitthvað, nei, þetta er ekki rétt sem ert að segja því það verður að halda ykkur fram í beinu sjónvarpi sem fólk er að horfa á, kannski degi fyrir kosningar sem er bara algjört rugl. Þú veist, þannig ég held að þau eru líka meira svona þessi viðbröð, ekki bara eitthvað, já, ok, þú segir bara þetta, stundum eru þáttarstjórnendur eins og RÚV, bara eitthvað býtu, hvað áttu við, þú veist, hvað áttu við nákvæmlega við, en það er ekkert, það er bara eins og fólk geti sagt bara eitthvað og það bara rennur áfram og það er ekkert eitthvað, brugðist alltaf við því, sko. En sósíalistar eru í svipaðri stöðu, þeir eru bara í sömu stöðu voru áður en er komið svipað útkomu, kannski eilítið skárri, það er ekki gott að vera efstur í Tossaflex, sagði maður sem ég þekki þetta. En Píratar og VG, viltu eitthvað, getur þú ráðið í það hvað gerðist hjá Píratum til dæmis? Hjá Píratum,
mér finnst það daldið flókið að átta mig á því að því ég veit að það hefur verið talað að hafi verið hvað segir maður, svona átök innan hús sem hafi daldið ekki haft góða áhrif og skemmt fyrir en ég samt svona smá bara eitthvað býtu er það bara að fara að þurrka út flokknum? Já, ég held að það bara gangi ekki upp ekki nema að þetta hafi verið raunverulega frásögn af ósætti sem var inn í flokknum og ósættið hafi haldið áfram sem eru valdið að þau hafi verið hálf höld í kosningabaráttunni en þessar fréttir sem voru að þessu mér finnst ekki passa við neitt að það hafi allt í nátt að kippa fótunum undan einhver deilur einhverja framkvæmdastjórn. Ég held, ef ég skoða þetta svona í stærra heildarsamhengi til að reyna að átta mig á þessu, að þá finnst mér eins og engin flokkur hafi náð inn á þing sem að tala að fara í grundvalla breytingar á hlutunum. Allir flokkarnir sem komast inn eru með einhverja svona áætlun og stefnu og vilja breyta og vilja laga en í rauninni með því að laga innanfrá, laga þetta kerfi sem við höfum, fiffa hér og þar, plástra, samfylking gengur kannski lengst í því að vilja, breyta svona mínu mati. Við lækka fjármagnstekjuskatt úr 22 í 25, samt væri hann áfram með lægsti fjármagnstekjuskattur á Norðurlöndunum. Og miðflokkurinn er svona, róttækur í þessa hægri átt, en það er engin flokkur í rauninni sem nærinn sem hefur talað fyrir því að núverandi kerfi sé ekki að ganga upp, en ef við sjáum sósíalistar, Píratar, VG eru dálítið að tala bara, það þarf að breyta strúktúrnum eins og hann er. Við getum ekki haldið áfram að lappa upp á bara megin gallað kerfi. Þannig það er svona mín greining á þessu, að fólk hafi bara viljað þá inn flokka sem að bara væri ekkert að fara kannski of djúptækar breytingar. En þetta er ennþá allt svona í greiningu. Það er svo sem þekkt í kosningasögunni að það eru flokkar sem lofa breytingum en sem ætlar að sér aldrei að breyta einu sérstöku. Ég meina Framsóknarflokkurinn vann mjög góðan kosningasögur í Reykjavík. Með því að var ekki bara breytur Reykjavík. Er ekki komið tíma breytingar? Já, er ekki komið tíma breytingar. Svo fylgdi eiginlega ekkert meir. Nei, en síðan er eitthvað. Ég vitna nú oft í Cornel West sem að sagði Obama sem að var margir báru mikla vonir til. Hann sagði við hann að fyrir kosningar hefði Obama snúið sér að kjósundum og selt þeim von en eftir kosningar að það snúið sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjóna því. Þannig að þú er til að segja að þessi flokkar sem eru að boða breytingar án þess að nefna það raunverulega hversu róttækar að þurfa að vera til þess að verða eitthvað breyting að þeir hafi kannski unnið á. Já. Og þá er það, sagan segir það að það munu kjósendur upplifa það að það sé síðast þegar var mælt fylgi í Reykjavík að þá var Framsóknarflokkurinn með 3% og engan bæjarfulltrúa. Einmitt. Þannig að kjósendur eru fljótir að sjá í gegnum þetta. Einmitt, þau bara eiginlega fóru inn í, núverandi kerfi og héldu að það gæti einhvern veginn gert það betra en svo var bara alls ekki. Þannig að einu breytingarnar eru að það komin nýr kall sem er borgarstjóri, það eru einu breytingarnar. En ég held að með VG að það eru þetta bara, afleiðing þess að hafa talað fyrir ákveðni stefnu en síðan bara í rauninni falli frá því með því að ganga í þetta samstarf með sjálfstæðisflokknum. Þannig að mér finnst það vera svona bein afleiðing. En Þetta duga sósíalistum allavega í eina kynslóð að muna það að ef þú ferði í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum þá verður það dauði. Einmitt. Já. Þetta dugi 70 ár. Það er nú oft í svona í sambandi við stríð og frið þá er talað að fólk geti munað í 70 ár eða samfélag. En svo að því maður reyna að hugsa hlutin í stærra samhengi þá fer maður að hugsa bara hvaða áhrif hefur þetta þá á næstu sveitarstjórnarkosningar að því að oft talað að ef það er ákveðin ef það er ákveðin stjórn í ríkismálum að það sé þá andstaðan oft í sveitarstjórn en svo þetta kannski er það ekki alltaf reyndin en maður er farin að hugsa hvernig mun þetta hafa áhrif inn í þá næstu kostningar sem verða haldnar á Íslandi. Við gefum okkur ráð fyrir að þessi ríkisstjórn sem er verið að reyna að mynda verði sem að ég myndi ekkert verði að neinum hatti upp á það að þá væru með, eins og ég nefndi áðan, sjálfstæðisflokk, miðflokk og Framsóknarflokk í stjórnarandstöðu og samkvæmt þessari kenningu sem þú ert að vísa til að þá ætti það að leiða til svolítið öflugra viðspyrnu hjá þeim á sveitarstjórnarstiginu sem að verður kosið eftir 1,5 ár, 2026 í maí. En hins vegar hafa sósíalistar eru inn í borginni og farið í kennum 2 kosningar þar og aldrei verið inn á þingi
og hafa eitthvað lag á því að geta verið í stjórnarandstöðu þó að þessi ekki á þingi með því að reka til dæmis fjölmiðl og með því að taka þátt í mótmælum og með því að bara vera virkin í verkalýðshreyfingunni sem að sumir segja að sé stundum hinn raunverulega stjórnarandstöðu á Íslandi. Þannig að það kannski erfitt að spá fyrir það hvernig staða þá sósíalista, Vinstri grænna og Pírata verður þarna eftir eitt og allt ár af stjórnarandstöðu utan þings. En sko eitt sem ég fannst mjög athyglisvert að því maður var náttúrulega í þessum endalausu viðtölum og kappræðum og ég fór þarna, var í einhverju viðtali RÚV, örugglega 2 nóttina, kosninganótt eða 1 eða eitthvað svoleiðis og það var svona orðið frekar svona ljóst í hvers stemdi og svo kom ég aftur upp í Bolholt, var sem sagt fór úr Bolholt örugglega 4, hálf 5 nóttina og ég hugsaði bara þegar ég var að leiðina aftur upp í Bolholt ég eitthvað, já það eru örugglega flesti farnir, ég ætla aðeins að kíkja við og þú veist, ég ætla að láta vita bara ég sé að fara heim og sofa og eitthvað svona, en svo var bara rífandi stemming sko og ég eitthvað, ég hefði haldið að fólk vera bömmir og væri bara farin í eitthvað næsta partí sko, en það var svo mikil stemming og það var fólk bara eitthvað svona, þú veist, að hrósa manni fyrir góða kosningabaráttu og bara þegar við staðið eitthvað vel, bara hvernig höldum við áfram, ég til ég að hjálpa, ég vil byggja upp eitthvað starf ef þið viljið fá mína hjálp, þú veist, það voru félagar sem hafa verið lengi, það voru ný andlit og fólk bara ég sko kaus ykkur og það bara gengur betur næst og við bara höldum áfram. Þannig ég hugsaði bara, ok, frábært, þú veist, þetta bara fólki til í þetta og var ekkert að láta einhvern í niðurstöðun að stoppa sig, heldur meira bara eitthvað svona herði við bara þurfum að halda áfram. Já, ég skrái inn á hóp, spjallhóp sósíalista, fólk sem að gangi í flokkin. Það eru komin einhverjir tugir sem hafa gengið í flokkin eftir og fyrir. Þá það bara oft svona sjokk sem að fólk áttar sig á að til þess að sigra að þá þurfa fleiri að leggja lið og þá vil fólk svona efla baráttuna enn frekar. Og ég held að kjósendur sko sósíalista, VG og að stóru leyti Pírata séu alveg með þau svona svipaðar áherslur, þannig ég held að séu alveg þú veist, tækifæri þarna til að vinna eitthvað með það, þú veist, hvernig... Kjósendur. Já. Þannig þú talar ekki eins og Steingrímur J. Sigfússon sem vildi helst bara fara strax í það samin að sko stofnanir þessara loka. Sko, mér finnst bara svo mikilvægt að allt ákallum breytingar og hvernig breytingar eru innleitar og þú veist, hvernig fólk vilja starfa saman að það komi neðan frá, þú veist, það verður það að vera grasrótin sem að, þú segja bara, hei, svona viljum við hafa þetta frekar en eitthvað svona fólk sem að skipuleggja flokkstarf sé eitthvað að segja bara, herði við, komist að þeirri niðurstöðu, það sé bara best við vinnum saman og láti það síðan eitthvað trítla niður. Ég held að þurfa að koma þá, þú veist, ákall frá fólkinu og kjósendum og við þurfum síðan að vinna út frá því frekar en það sé eitthvað svona ofanfrá eitthvað og niður. Þegar ég sitt hérna og ber á milli það sem að fólk að segja og eitt af því sem kom fram Högmundur lagði að sumuliti áherslu á það og líka Andrés Ingi að nú væri líka tími ekki endilega að horfa endilega á sko flokkseiningarnar heldur væri komið tími að horfa á almannasamtök. Ég heldur hefur báðir nefnt það að til dæmis hernaðarandstæðingar hafi verið svona frekar daufir vegna þess að sumuleyti það opið þarna á milli VG og hernaðarandstæðinga og kannski ekki friðarhreyfingin ekki beitt sér kannski af sömu ákefð og hefði verið ef að VG hefði ekki verið inn í ríkisstjórn og sama má segja gagnrýni kannski frá kvenréttindafélaginu og feministunum og svo Landvernd og öðru slíku. Það svona ólíkt hvernig þetta meta. Ég ekki að segja að öll þessi samtök og allar þessar hreyfingar hafi einhvern veginn verið í skugganum af ríkisstjórnarveru VG. En það líka einhver svona tækifæri til sko styrkingar á henni breiðu hreyfingu. Vinstra fólk, sósíalista, friðarsinna. Og eins og ég sagði mitt bara í þessari kosningabaráttu þá var ég mitt að segja bara þú veist sósíalistaflokkurinn hreyfing, þú veist við leggjum áherslu á að við þurfum að skoða mitt bara nær samfélagið og þáttöku okkar inn í því og röddin okkar sé áberandi hvar sem við getum látið okkur heyra bara þú veist hvað við viljum sem almenningur og þú veist þetta mitt maður lítur ekkert á sko það að komast inn með kjörna fulltrúa sem eitthvað upphaf og endi alls sko. Þetta bara svona leið á þessari vegferð og það þetta bara mörg hvað segir maður, mörg svona það er hægt að
vera með baráttu, það eru margir nú ég alveg orðin steikt hérna á ýmsum vett og vilt taka þátt í sósíalískri baráttu vertu virkur í stéttarfélaginu er eiginlega fyrsta sem maður dettur í að segja. Maður getur kannski byrjað líka því ég er að reyna að vera eitthvað svona betri nágranni, þú veist, aðeins að kynnast bara nágrannum sínum, sko, þú veist, ég er einmitt alltaf bara eitthvað, ég ekki tíma húsfund, svo voruð einmitt, sko, þú veist, sátu þarna fyrir framan að hæðin hjá mér og þú veist, það er kannski eitt sem maður ætti að byrja á, að hætta að vera svona einstaklingsmiðaður og vera bara góður sósíalisti og leigjandi og kannski kynnast nágrannum sínum. Þetta kann hreyfingin VG sem að ég held að Katrín Jakobsdóttir hafi verið gjaldkeri húsfélagsins sem að þykir eiginlega það versta sem þú getur lent í að vera gjaldkeri húsfélagsins og Stefán Pálsson, félaginn í borgarstjórn, hann er það líka held ég, formaður húsfélagsins. Þannig að það hefur alltaf verið ríkt í hreyfingu sósíalista að vera raunverulega með virka þáttöku í samfélaginu. Það er byggt upp á félagslegri virkni, ekki bara peningum. Nákvæmlega. En hvernig eru horfur hjá sósíalistum? Sko við erum hérna að sleikja sárin? Nei, þú veist, ég var strax bara eitthvað eftir þetta, þú veist, auðvitað hérna er maður með ákveð markmið og maður nær þeim ekki og þá var það alveg fullt, en svo var ég strax bara eitthvað, veistu, þetta er samt bara, þetta er bara frábært, við erum með öfluga félaga sem eru virkilega til í að bara vinna að gangi sósíalismans hér á Íslandi, þannig að mér finnst þetta ekkert, þú veist, eins og ég er búin að vera að segja við sjálfa mig bara, þú veist, í orðinu vonbrigði það byrja nú að von, sko, þannig að mér finnst bara, þú veist, ég fór einhvern veginn strax að hugsa bara hérna sveitarstjórnarkosningar og við verðum með þennan félagsfund þar sem við erum að fara að ræða næstu skref og mér finnst vera bara, þú veist, að fólk sitt alltaf að hugsa bara, jæja, hvernig getum við bara að halda áfram að hérna virka sósíalista í okkar nær samfélagi og mér finnst bara vera engin sár til þess að sleikja, sko. En auðvitað, þú veist, það er ýmislegt sem þarf að skoða því þú veist, við vorum auðvitað að reyna að komast inn á þing og komist ekki inn á þing, þannig að maður svona veltir ýmsu fyrir sér í þeim efnum. Það er nú, maður heyrir ég veit ekki hvað er að marka, maður kíkir bara svona á Facebook og svona hvað það heitir. En þá sér maður að það eru miklu fleiri núna að ræða hversu ósanngjarnt kosningakerfið er, sem var kannski ekki tekið undir fyrir 3 árum. Það voru sósíalistar einir að benda á þetta. Ég var einir að benda á þetta bara áður en að flokkur og stofnaðar. Og líka Holland, þarftu ekki, það er eitthvað 0,67%. Ég ber ekki ábyrgð alveg á því sem ég er að segja, en hérna það er bara landið eitt kjördæmi. Já, einmitt. Eins og í stefnu okkur sósíalista, þá erum við að tala um jafnt vægi atkvæða og þú veist, þetta í öðrum löndum, þá er ekki alls þar þessi 5% þröskuldur og það er auðvitað ömurlegt að sé 20.000 mann sem eiga ekki sinn fulltrúa inn á Alþingi því að þú veist, auðvitað ætti Alþingi að endurspegla almenningin sem hann starfa fyrir, þannig það að sé 9,3% sem kusu sem bara er ekki með sinn fulltrúa, þú veist, það þarf eitthvað að bregðast náttúrulega við því að gengur ekki upp að þetta gerist aftur. Já, og það ef að það væri ekki þessi þröskuldur, þá væru 2 sósíalistar inn á þingi, 1 Pírati og 1 frá VG, en það væri færri sjálfstæðismenn og eitthvað slík, þá er spurningin sko, er það verra þing? Ég hef stundum tekið dæmi að því að það er kannski oft svona mikil hiti í sko pólitísku umræðu dagsins, en ef maður tekur kosningarna 2013 sem að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mættu með 38 manna þingmanna meiri hluta í ríkisstjórn, rosa sterk ríkisstjórn en bara rétt rúmlega 50% atkvæða og ástæðan var svo að það hefðu átt að sitja þarna inni sko 2 þingmenn frá Dögun, 1 frá lýðræðisvaktinni, 2 frá flokki heimilana, ég veit ekki hvort við munum hvað það var, en það var flokkur sem að meðal annars Pétur á útvarpi Sögu leiddi og 1 hægri grænn sem að Guðmundur Franklín stofnaði en bauð sig ekki fram og ef maður horfir aftur og ef maður man þennan tíma 2013 að þá hefði þetta fólk náttúrulega miklu betur endurspeglað svona pólitískar hugmyndir og hræringar í samfélaginu heldur en það þing sem að settist þarna inn sko. Það væri miklu betra að hafa fjölbreytni hvað er mennir að reyna að íta frá sér. Örugglega bara að þú veist það er óþægileg rödd, þú veist þó að þetta sé fámennur þingflokkur þá getur hann alveg látið í sér heyra sko og þú veist eins og ég sé þetta núna þó að hafi ýmsir flokkar ekki komist inn og þá þurfa þeir bara að vera duglegir fyrir utan að vera háværir og látið í sér heyra fyrir hönd almennings að því ég held að núna þurfum við bara þú veist svona róttækir og
flokkir bara dálítið sameinast og finna sér eitthvað svona sameiginlega vettvang til þess að láta sína kröfur í ljósa því við vitum þetta, breytingar nást fram af fólkinu sjálfu, sko. Við getum ekki beint alltaf líka að trúa það á Alþingi skilja okkur einhverju góðri niðurstöðu, en ég held að mér finnst aldrei bara sorglegt að við hefum farið úr 8 flokkakerfi yfir í 6 og líka þegar að RÚV var sko að draga upp myndaði að hvað sjálfstæðisflokkurinn hafði unnið og hvað Samfylking hafði unnið í kjördæmum og það var komin svona mynd af Íslandi og þetta var svona blátt og rautt og ég fekk bara svona wow, er ég að horfa eitthvað svona bandarísk kosningasjónvarp, eitthvað svona eins og þetta væri eitthvað svona 2 stóra blokkir sem væri að keppa sína milli þegar fegurðin við íslenska kerfi einmitt hvað það er mikil fjölbreytni. Og ekki sé rúm til þess að koma, þú nefndir Holland, þar sem landir allt eitt kjördæmi og engin þröskuldur, að þar eru náttúruverndarsinnar en það eru líka dýra sinnar, það hefur verið flokkar sem hafa náð inn á þingi, heldur séu ekki núna, en það voru flokkur eftirlaunafólks sem ég held að sé ennþá í bæjarstjórninni í Amsterdam og víða. Þannig það verður bara það voru svona fjölbreytilegri flóra skoðana og hollendingarnir líka með mikið af svona eins og píratarnir, það sem eru svona lagðar til einhverja svona kerfisbreytingar í sambandi við lýðræði, sambandi við beint lýðræði og annað slíkt. Þannig það er svona fjölbreytilegri flóra. Herðu, en það er verið að reyna að mynda ríkisstjórn. Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þú er bent á að það að taka sko tekjuhliðina hjá Viðreisn og útgjaldahliðina af Flokki fólksins að það þarf eitthvað snillingi en á þessu saman. Okay. Það eru aðri möguleikar, segjum að þetta gangi ekki eftir. Að þá er kannski kostir Kristrúnar ekki margir. Nei. Það er hún er eiginlega háði að fá Viðreisn með sér og þá er það eiginlega bara þau eru samanlagt með 29 þingmenn. Gætu bankað upp hjá vængstíðri framsókn. Myndi það myndi rétt sleppa. Þeir væru með 34 þingmenn. Framsókn hefur sagt bara nei, við erum ekki í þessu en ég held að það sé bara snjallu leikur. Svona fólk hafi verið að kvarta, aðri geta þá bara gert þetta betur og ef þið viljið fá okkur með þá verður þið að koma til okkar og bjóða okkur eitthvað, við ætlum ekki að banka upp. Það er eitt kostur og þá væri við með stjórnarandstöðuna sem væri sko sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Flokkur fólksins. Annar kostur Kristrúnar er að mynda ríkisstjórn með Viðreisn og sjálfstæðisflokki sem væri þá næstu í svona endurtekin leiku frá 2017. Já, ég held að það væri stæðstu flokkarnir koma í veg fyrir pólitískan glundróði, ég man ekki hvernig orðið þetta. Sérðu þetta fyrir þér? Nei, ég held að sé of svona stórir, þetta eru þá líka 3 svona slatta stórir flokkar saman. Það var síðast, já, 2017 til 2000. Já, einmitt. Þótti vera mjög gott í COVID. Einmitt. Byrju, Samfylking og sjálfstæðisflokkur, hvað eru það margir fulltrúar? Þetta væru samtals, ég er að fara, ég fór línuvill, þeir eru 26, ég byrju fyrirgjöðu, 26, ég verið að breyta, það er bara 31 hann með framsókn. Já, þetta tekst nefnilega ekki, sko, já, einmitt. En þessi 2 flokkar, þessi 3 flokkar, þeir væru með 29-40 þingmenn. Ég held að sé bara of stór ego inn í þessu samstarfi til að láta það ganga upp sko. En sko Samfylking sjálfstæðisflokkur myndi það samkvæmt þingmannasætum ganga upp? Nei, það eru með 29 samanlagt. Samfylkingin og Viðreisn eru samtals með 26. Það er bara mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta eigi alltaf að ganga upp. Þannig að Kristrún og Samfylkingin annarkot náðu þessu saman eða eini valkosturinn er ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki. Einmitt. Og ég held að, ætli þetta verði ekki bara þessi valkyrju stjórn. Já, verður. Ég veit ekki. En ef að Kristrún, þetta gengur ekki og Viðreisn getur ekki sætt sig við útgjaldaaukningu fyrst og fremst Flokks fólksins, þá hefur Viðreisn með sjálfstæðisflokki 25 og miðflokknum til viðbótar 35. Ég vona bara svo innilega að miðflokkurinn komi ekki í ríkisstjórn, sko. Ég held að það er bara mjög skaðlegt og þeirra áherslur. Já. Það er ekki... Þeir væru með 25 pluss 8 með miðflokki. Já. Það eru þá 32 rétt sleppa. Og þá verður það að treysta á það verður hvaða þingmaður sem að gæti eyðilegt þetta. Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn
og Flokkur fólksins. Það gæti orðið 35 manna meirihluti. Mér finnst það mjög ólíklegt sko. En þær tala Kristrún, Þorgerður og Inga eins og að þú veist allavega núna þá verðist þetta ganga vel hjá þeim sko. En ef maður velti fyrir sér hvort þetta ganga alveg vel eftir því sem varst farin dýpra í viðræðurnar og bara ok, við erum búin að landa þessu næsti kafli, hvernig ætlum við að afgreiða þetta. Þú veist það alveg snúið að sjá fyrir sér sko, sérstaklega því Viðreisn talar að vilja ekki, þú veist, hækka skatta og að meðan Samfylking alveg svona talaði fyrir því að skoða þú veist ákveðna tekjuhópa sem að ég held að Viðreisn sé alls ekki spennt fyrir því það gefa svo út fyrir að vera í svona hægri efnahagsstjórn sko. Og já, þetta væri bara mjög athyglisvert, verður athyglisvert að fylgjast með þessu. Kannski kemur þetta ekkert í ljós bara fyrir jól. Já, mitt. Það er ekkert óeðlilegt að þessi flokkar taki nokkrar vikur í þetta. Herðu, en Sanna, gott að heyra að þú sett upplýstjörf. Já. Og gangið bara vel og ykkur svo svolítið. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og ræða önnur mál. Ég held ég sé að vera að ræða verkalýðsmál. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.